Við erum sem sagt í 8. viku í vegforritinu 1 þetta haustið og í dag ætlum við að byrja að fara yfir JavaScript en áður en við ætlum að gera það ætlum við að fara aðeins yfir hérna um Git, gera branches og búið til pull requestur sem er eitt af því sem þið ætlum að gera í hópverkefninu. En áður en við byrjum á því þá er komið sem var ekki komið senasta mánudag sem er próftablan og við getum farið hérna og opnað prófatöfluna fyrir sviðið og sjáum hérna að við erum komin á dagskrá þriðjudaginn 27. nóvember klukkan 9. Þannig að þá verður lokaprófið. Þeir eru 143 skráð í það og það er sem sagt, ég sé að það er eina prófið sem að, heldur þessu frá því COVID. Að þetta er bara Inspira heimapróf. Nei, það er einhver Storkubergið. Ég er bara mjög hrifinn af þessu formi að þið takið þetta próf heima á Inspira. Þið þurfið ekki að mæta hérna í eitthvað tölvuver og nota eitthvað tölvu sem er læst og eitthvað. Þannig að þið nota bara ykkar tölvu í ykkar eigin rými, komið ykkur bara vel fyrir hérna og vinni prófið frá 9 til 12 og getið sent á mig tölvupóst á meðan prófinu stendur sem að ég fylgist með og svara ef það er eitthvað, en annars eru þið í raun bara heiðursmanna samkomulag að þið vinni þetta próf bara án aðstoðar og ég sem próf sem er sanngjarnt og þið vitið hvað er að ganga inn í og það verður bara eins próf að hefur verið senstu 8-9 ár hjá mér að það verður bara, eins og þið fáið aðgang að prófunum frá því fyrra inn á Inspira viku fyrir prófadagsninguna eða jafnvel lengur, 2 vikum fyrir. Þannig að þið getið verið búin að opna prófið í Inspira og sjá hvernig þetta fer fram og hvernig þetta virkar og prófa eitthvað og spurt með spurninga, verið óviss með eitthvað og svo förum við yfir það saman og förum við prófið frá því fyrra og þið fáið lausn á því og bara, þetta er alls ekki gert til þess að ná sér niður á ykkur eða komið sér ykkur illa fyrir ykkur. Þetta á bara að vera, ef þið eru búin að læra þetta, þá á þetta að vera bara einfalt, en samt ekki auðvelt. Þetta er ekki eitthvað svona próf sem er bara sprísið í gegnum þetta, þið þurfum aðeins að hugsa. Já, það er opið fyrir það. Ég fór yfir það líka í fyrsta tíma. Inn á Uglu í prófasafninu eru öll eldri próf, bara 10 ára aftur í tíman og þið getur bara farið og skoða þau og byrjað að undirbúa ykkur ef þið viljið í dag. En ég mun sem sagt í viku 13 og 14 þegar við erum búin með námsefnið þá mun ég byrja hvort að þetta mun taka samantekt og upprifjun og upplýsingar í lokapróf þar sem við förum yfir lokaprófið 13. þegar prófið er það snemma. Þetta er bara á öðrum prófdegi held ég. Prófin byrja mánudegi, þetta er á þriðjudegi. Þannig að það er betra held ég að fara bara yfir og vera búin að fara yfir allt efni sem heitir prófs hér og þá hafið þið í raun bara seinustu vikuna í skólanum, ég meina það er ennþá kennsla til þess að rappa upp hópverkefninu og þá eru líka dæmatímar og þá höfum við fyrirlestur hér sem verður bara í raun ef þið viljið koma og fá aðstoð við eitthvað í hópverkefninu, spyrja prófið eða gera eitthvað eða bara ræða lífið og tilveruna, þá getum við gert það. En sem sagt, í fyrirlestunum 11. nóvember munum við fara, hann mun bara vera lokaprófið. Þangað til getum við farið inn á Uglu, ekki inn á Canvas, inn á Uglu, farið punktu við námskeiðið, fleiri valkostir eða verkfæri, prófasafn og þar eru öll prófin sem þið getið skoðað. Svo mun ég opna sérstaklega fyrir ykkur pröfupróf í Inspira fyrir þennan tíma. Þannig að þegar við komum 11. jafnvel fyrir af því að það er betra fyrir ykkur að vera búin að prófa þetta. Þannig að ég ætla bara að setja þetta dagatalið mitt að gera það bara í vikunni 4. til 10. nóvember að búa til pröfupróf fyrir ykkur. Þannig að þið getur búin að renna í gegnum þetta, komið og spurt ef það er eitthvað og bara haft gaman að þessu. Þetta er alveg langt próf, þetta er alveg próf sem tekur sum ykkar mun nýta allan tíman og þetta eru svona ritgerðarspurningar í bland við forritunarspurningar, í bland við krossa. Þannig að það er alveg,
þið getið alveg verið í að dunda með einhverju ritgerðarspurningu í klukkutíma sko ef að þið viljið. Þannig að þið munum sjá hvernig formið á þessu er. Þið getið verið með taktík áður en þið komið inn í lokaprófið. En við förum nánar yfir það í tímanum 11. nóvember. En við erum komin þeir sem við vorum að koma, við erum komin á það er komin dagsending og þetta verður heimapróf, þið leysið þetta heima, þið þurfum ekki að setja upp neitt sérstakann hugbúnað, þið bara opnið prófið á Inspera í ykkar tölvu og leysið það. Einhverjum spurningar? Ok, flott. Þannig ég ætla að setja hérna Inspera próf, test fyrir 4. nóv. Ok. Heyrðu, síðan var miðmisseriskönnun og það voru 2 eða fleiri athugasemdir sem voru að segja að það vantaði aðgang að einhverju ítarefni eins og fyrirlestarnir væri það eina sem ég væri að bjóða upp á. Þannig ég ætla aftur hérna. Ég fór yfir þetta í fyrstu viku og hérna er þessi yfirferð yfir námsefni hér á GitHub. En bara svo ég taki þetta aftur eins og núna fyrir þessa viku eða fyrir seinustu viku þar sem ég er að gera ráð fyrir að þið séu búin að kynna ykkur og ég mun fara hratt yfir en leyfi ykkur auðvitað að stoppa mig ef það er eitthvað óljóst. Er í raun Git sem við fórum aðeins yfir hérna við gafum ykkur smá en nú erum við að fara hérna branching og pull requestur sem eru í þessum 7. og 7. kafla og svo er hérna eloquent JavaScript sem ég reyndar gleymdi aðeins að tala í seinustu viku en tölum hana aðeins eftir. En síðan er hérna í raun uppteknir fyrirlestrar sem eru síðan bara nánar Git bara allt það sem ég var að fara yfir hérna í seinustu viku í miklu meiri nákvæmni og vídeo af mér að halda þennan fyrirlestur. Þannig að þetta er þarna ef þið hafið ekki tekið eftir því eða eitthvað og ef við búin að vera að leita nánar efni þá er þetta er alltaf bara rétt, þetta er alltaf á blöðunum, þessum vikublöðum sem ég sendi ykkur. Þannig að ef þið réttið upp hönd, hver ykkar hafa nýtt sér þetta einhvern tímann fyrirlestur? Ok, það er svona kannski þriðjungur. Þannig að ef þið eru að koma og finnst ég vera að fara bara eitthvað ógeðslega hratt yfir og bara eitthvað, hvað er eiginlega að vera að tala hérna, þá er það út af því, að eins og ég sagði í fyrsta fyrirlestri, að ég geri ráð fyrir því að þið séu búin að kynna ykkur efnið fyrir vikuna í þeirri viku sem það er sett fyrir. Þess vegna er ég alltaf að fara yfir þetta staggerað 1 viku á eftir. Þannig að í dag mun ég fara yfir grunnvirkni í JavaScript, hvernig strengir og tölur og standard libraryið og er þetta. Og ég geri ráð fyrir því að þið séu búin að minnstakosti að skanna yfir þetta hérna. Og svona hafið eitthvað þarna. Þannig að ég ætla ekki að stoppa við og segja ykkur nákvæmlega munin á undefined og null af því að það er tekið fram hér. Ég mun kannski tala það af því að það kemur upp í umræðum okkur á milli en ég mun ekki stoppa við hvern einasta hlut hér og skilgreina það. Af því að ég gerði það lengi og það er dead boring að hlusta á mig eins og ég samt geri að bara þylja upp eitthvað af glærum. Bara glærur. Og ég var að gera þetta í 7. skipti og þá sagði ég ok, nú ger ég þetta bara almennilega, tek þetta bara upp, gera það í COVID og bara þetta er ennþá allt satt og rétt hér. En þið getið líka eftir á farið og skoða þarna ef það er eitthvað hérna, hvað er aftur munurinn á null og undefined? Þá er það hér og síðan er aukaefni og ítarefni sem tengist þessu öllu saman. Og þetta á við allt námsefnið hingað til og allt námsefnið sem kemur hérðan í frá. Þannig ég mun aðeins svindla núna og fara yfir námsefnið sem ég er búin að setja fyrir þessa viku og þá mun ég aðeins tala meira í kringu það en það er þá aðalega það bara hvernig við tökum þessar einingar saman og búum til forrit úr þeim en þá er ég að gera með það í huga að þið munu síðan kynna ykkur þetta í vikunni og byrja að vinna verkefni 7 sem á að skilast á 50 daginn í næstu viku og munu þar kjarna námsefni þessarar 7. og 8. viku. Ok, skýrt. Er þetta nýjar upplýsingar fyrir eitthvað ykkar ef þið þorið að viðurkenna það? Nei. Já. Þetta er búið að vera þarna all along. En síðan að sjálfsögðu, eins og ég fór yfir líka í byrjun, þið lærið öll mjög mismunandi. Sum eitthvað finnst gott að fara bara að opna 100 tabba og vera bara eitthvað, alveg í þessu. Sum eitthvað vilja bara horfa á vídeo frá byrjun til enda. Sum eitthvað vilja byrja á verkefninu og lenda á vegg og finna eitthvað. Þannig að ég er að reyna að gera þannig að þið getið bæði verið með einhverja kennslubók, einhver vídeo og fyrirlestra
og upptekna vídeófyrirlestra og vísanir í efni sem eru bæði hérna, eitthvað og svo eru dæmi hérna líka sem þið getið skoðað og þau eru líka kommentuð til þess að geta skoðað og séð hvað að gerast hérna. Þannig hérna er dæmi það hvað gerist og hvernig þetta er. Þannig að þetta tengist allt. Þannig að ég að reyna að presentera ykkur hlaðborð og þið pikkið af því. Þannig að vonandi að þetta sé aðeins skýrara, en að eitthvert ykkar hafi nefnt þetta þýðir náttúrulega líka það að ég feilaði smá að vera ekki búin að nefna þetta oftar, þannig að nú er ég bara að nefna þetta aftur og bara gerum betur saman. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Verður verkefni 7 á stærri 2 verkefni eða bara? Nei, verkefni 7 er ekki á stærri 2 verkefni. Það er bara, þetta gat hérna er bara út af því að þið eru að vinna í hópverkefninu. Og þið eru öll komið vel að vega það ekki. Það var endur eitt líka sem ég ætti að vera, sem var bara að gefa ykkur tækifæri svo ég talaði með senst tíma. Ef þið eru búin að vera með einhverjar spurningar, því ég geri ráð fyrir því að þið eru öll búin að finna ykkur hóp. Þið eru öll búin að opna Figma og skoða Figma hönnunina. Þannig núna bara ef þið hafa einhverjar spurningar, þá gerir ég ráð fyrir þetta sé kýrskýrt. Og þið séu öll að vinna þetta hratt og örugglega og allt sé geggjað. Hann er fyrir aftur fyrst. Skiptir, að við þurfum að gera 5 pull-requests. Já. Skiptir miklu máli hversu stórt, þarf þetta að vera eitthvað stórt dæmi sem þetta pússa eða geti það bara að vera eitthvað að bæta við pontunum eða? Hversu stóra pull-requestin að vera? Já, að bæta við pontunum er bara príma pull-requesta. En þetta er samt ekki eitthvað svona, ég bætti við punkti eftir þessa setningu, þá er það svona, þá ertu að gera það át af því þú verður að gera það, þá ertu ekki að gera það eins og það er ætlast til þess að það sé gert. En ég ætla einmitt að fara yfir þetta, pull requestur er alveg ákveðin list, þannig ég ætla bara aðeins að sýna ykkur hvernig og hvað pull requestur gera fyrir okkur. Ég er búin að vera að lasa þannig, ég veit ekki hvort það hefur komið fram eða ekki, hérna með eins og myndirnar og allt á Figma-skjalinu, við erum bara að sækja myndirnar. Já. Nei, það er ekki gert ráð fyrir því að sækja myndirnar einhvern veginn annars staðar en úr bara hönnuninni. Þannig að við skoðum það aðeins, en við skulum bara gera það aftur hérna svo við séum alveg. Já, ég meina það er líka ekkert mál að bara svara spurningunni nákvæmlega núna, því að ef ykkur önnur er að hafa hérna. Nú er ég búinn að finna hérna þessa mynd hér og ég get smellt á hérna, þá fæ ég ekki alltaf nákvæmlega myndina. En þetta verður valið hérna og ég fer hér og hérna er image og ég opna þetta og hérna er mynd og ég get séð líka hérna að það er önnur mynd undir að þess oft fáum við, ég er aftur, sumt af því sem lítur út fyrir að vera mistök eru viljandi mistök. Ok, allt sem eru mistök eru klárlega viljandi mistök. Ég gerði engin mistök, þetta er fullkomið verkefni til þess að kenna. En það er oft sem við fáum hönnunarskjöl sem eru bara alls ekki eins góð og við viljum. Þess vegna vil ég kannski gera ykkur óleik með því að gefa ykkur svona ótrúlega niðurnjörfaðar, vel skilgreindar verkefnalýsingar, af því að í raunveruleikunum þá er þetta yfirleitt að fáið kannski 3 setningar, svo bara hvað gerðu þennan VF, bara hlauft á stað, hér er Figma-skjal og svo bara en þetta hér og þá kemur aftur þetta sem að Keli talaði samskipti á milli hönnuða og VF-foreldra og foreldra bara yfir höfuð sem að vinna með viðmót eru krúsjál í að gera góða vöru. En til þess að fá myndina, bara til að svara spurningunni nákvæmlega, að þá get ég farið hérna, fundið myndina og svo er hérna export og þá get ég valið hérna PNG eða JPEG, við veljum annarkort. PNG, mín þumalputaregla, það eru myndir sem eru með myndir af texta af því að PNG þjappar ekki alveg jafn mikið og býr til svona artefakta eins og JPEG gerir. En þessi hérna mynd er bara ljósmynd, þá myndi ég ég persónulega myndi velja JPEG, export image og þá fæ ég bara hérna downloadinni. Svo náttúrulega sjáu þið að það er bara verið að endurtaka sömu hlutinu aftur og aftur, þannig að þið getið alveg byrjað að sækja bara eina mynd og geymt síðan það verkefni að sækja fyrir hitt, bara ykkur vantar einhverja mynd. Og þetta er ekki heldur eitthvað, þetta sé nákvæmlega svona, þetta er nákvæmlega hérna, er þetta bara sína fram á að þetta sé, þetta er listi sem er lengri en bara 2, þannig að þetta
fari upp í svona mikið og geti skalast svona með tilliti til gridsins og allt það eins og við fórum yfir í seinasta tíma á sýnilistunni af verkefni 5. Ok. En ef þið eru ekki komin í hóp eða þið eru eitthvað sjáum við fram á að það sé eitthvað erfitt fyrir ykkur eða þið bara náðu ekki að láta virka vinna í hóp, þá getið þið líka unnið þetta sem einstaklingsverkefni. Það er bara erfiðara og þú veist, en hafið það sambandi við mig og ef þið eru ekki búin að finna ykkur hóp, þá er inn á Slack, er Rás þar sem er þetta að sækja, eða þú veist, segja, mér vantar einhvern í hóp og það eru nokkur hópir búin að myndast þar, mjög fallegt, alveg sjálfsprottið og svona. Þannig að það er alveg möguleikar þarna. Og svo getið þið líka bara heyrt í mér ef þið eru ykkur í vandræðum. Ok. Þannig er einhver anonymous að finna þetta. Þetta er mjög skemmtilegt sko. Svo svona mjög gaman að opna þetta Figma-skjal svona 2 tímum fyrir skil. Það var bara svona 40 mís að skottast þarna að gera eitthvað. En þú veist, þið eru náttúrulega öll saman í þessu, þannig ef ykkur finnst þetta mjög pirrandi, þá er þetta að fara það er hérna og view og multiplayer cursors og slökkna þeim. Þannig ef þetta er farið að trufla ykkur að sjá þetta að fara á mikið. Hver elta mig á það? Já, það getur líka, það gerist stundum. Og það er sko, ef maður er með kveikt á cursorunum, þá er þetta líka cursor chat. Halló, heimur. Þannig að þetta er svona líka svona, svona social network, svona Figma social network hérna. Allavega. Einhverjar fleiri spurningar varðandi hópverkefni 1? Ok, þá bara, þú veist, það eru skil á því hérna, ég held að það sé föstudaginn, 27. eitthvað. En þú veist, þetta er ekki flókið, þú veist, þetta er bara, þú veist, við erum að nota það sem við erum búin að gera í litluverkunum. Þetta er bara stærra og þetta er meira og það er erfitt að alltaf byrja 2 dögum fyrir og segja, já, rumpum þessu af. Miklu betra að byrja núna og segja, ok, ég veit sirka hvað þetta mun taka langan tíma og rumpa þið síðan af, þú veist, en viti hvað þið eru að fara út í. Ekki byrja á þessu 2 dögum fyrir skil. Þá verður ekki gaman hjá okkur. Ok. Þá segjum við nóg um það og þá ætlum ég að stoppa þessa upptöku.